Húsasmiðjan. Komið sæl, í dag hefur verið skýjað með köflum á landinu og víða skúrir en úrkomi lítið á Vestfjörðum og þar var fremur svalt síðastliðna nótt en hitinn komst svo hæst í 16 stig á Suðausturlandi í dag en á suðvesturhluta landsins fór hitinn líka upp í 14 og jafnvel 15 stig og mesti vindhraði í dag voru 11 metrar á sekúndu við Blönduós. Og ef við skoðum hér stóra yfirlitskortið þá að sjá að það lægð hér suður af landinu og hún fer nokkuð hratt til norðurs og mun stýra veðrinu hjá okkur að mestu leyti næsta sólarhringinn. Hún fer hér á milli Íslands og Færeyja þannig að vindur snýst í norðlæga átt og það verður dumbungur mestallt norðanvert landið, ýmist rigning eða súld en léttir heldur til á vesturhluta landsins. Og á hitasviðinu þá að sjá að það er tiltölulega svalt loft sem fylgir norðurströndinni og norðanáttinni sem kemur þar inn í nótt og á morgun. Þannig að það má búast við að hitinn þar verði víða svona frá 5 og upp í 10 stig en hlýjast verður hér á suður og suðausturlandi. Hiti geti þar farið í 14, jafnvel 16 stig. En hitabylgjan í Evrópu er heldur að teygja sig hér í norðurátt inn yfir suðurhluta Skandinavíu og Bretlandseyjar. Og ef við skoðum hér hvernig vindur og úrkoma breytist í nótt og til morguns, þá er búist við að verði víða væta með köflum á mestöllu landinu en síst þó norðvestan og vestan til á landinu og það brotnar heldur upp skýjahulan þannig að það má reikna með að það verði víða bjart veður bæði við Faxaflóa og Breiðafjörð á morgun. Og í fyrramálið er staðan á þessa leið, norðlæg átt eða breytileg átt, vindhraði yfirleitt svona 3 og upp í 8 metrar á sekúndu, gæti færið eitthvað hvassara á stöku stað norðan til, rigning eða súld mestallt norðaustan og austanvert landið á þessum tíma, skýjað með köflum hér bæði sunnan og vestan til og yfirleitt þurrt og hitinn við norðan til á landinu verður svona frá 5 og upp í 10 stig en mun hlýrra sunnan til. Og seinnipartinn á morgun verður heldur farið að draga úr úrkominni á norðaustur og austurhluta landsins en áfram nokkuð þungbúið þar en hér sunnan til er reiknað með að verði talsvert síðdegisskúri og einnig inn til landsins á Vesturlandi en með vesturströndinni gera spár ráð fyrir því að það verði nokkuð bjart veður eða léttskýjað. Og svo ef við skoðum hvernig þróunin er frá þangað til annað kvöld og fram á þriðjudaginn þá færist lagðin fjarlægist okkur og við fáum nokkurs konar hæðarhrygg yfir okkur þannig að það verður víða bjart veður bæði sunnan og vestan til tíma en á þriðjudaginn verður skýjað með köflum og stöku skúrir víðast hvar en ekki úrkomi miklir að magni. Og staðan hádegi verður þessu lík, fremur róleg norðvestlæg eða breytileg átt, einhverjir skúrir á stöku stað, bæði með norðurströndinni og inn til landsins hér sunnan til, en annars skýjað með köflum og yfirleitt nokkuð þurrt. Og hitinn breytist ekki mikið, en fram til miðvikudags þá hlýnar bæði á norður- og austurhluta landsins og það má gera ráð fyrir að verði suðlæg átt, nokkuð bjart víða á norður- og norðaustanlands en rigning eða súld með köflum allt sunnan og vestanvert landið og hitinn gæti farið upp í 14-15 stig norðaustanlands. Og á fimmtudag er svo reiknað með að verði suðvestlæg átt hjá okkur, fremur hægur vindur víðast hvar en yfirleitt væta í flestum landslutum, síst þó hér allra austast, þar sem hiti gæti farið í 16 stig. Og svo ef við lítum hér til meginlands Evrópu, þá er búist við að hitinn fari yfir 20 stig í flest öllum höfuðborgum landsins eða norðurlandana. Eins er gert ráð fyrir að hitibylgjan verði áfram hér í Suðurálfunni og hefur verið varað við hita allvíða og á Íberíuskaga er enn varað við hita þar sem hann gæti farið í 42 stig á Suður-Spáni. Og á Kanaríeyjum er einnig í vændum nokkuð hlýr dagur á morgun, hátt í 30 stig á suðurhluta eyjanna og hér í Norður-Ameríku er óstöðugt loft hér í austurhlutanum en mun stöðugra og sólríkara í vesturhlutanum. Og hjá okkur er útlit að verði breytilega eða norðlæg átt á morgun og víða bjart veður á vestanverðu landinu.
Verði sæl.